sæl, Víki hérna með Íslensku torfæruna. Við erum á leið til Vestmannaeyja. Jón Gísli léti mig vita að þeir eru að fara að sprauta veltibúri hjá sér og við ætluðum að kíkja á það og sjá hver útkoma verður. Þetta er að fylgjast með. Hæ, ég heiti Orri. Þið eruð að horfa á Íslensku torfæruna. Jón Gísli, Jú. nú ertu búinn að sprauta kvikindið? Ég hef búinn að sprauta helminginn, eða tæplega það. Já, okkur fannst nú reynda þeir sem horfðu á að þú gerði minna en það, en ok. Ég gerði það sem á skipti máli. Við vorum að pæli mikið í þetta fyrir utan klefan hjá þér að við vorum að horfa á þig að þú sendir stóramannin undir grindina. Já. Og svo fór þessi hérna lágvaxni, hann fór upp á tröppu til að taka efrihluta. Já, þetta var samþykkt fyrir að hafa svona verkaskiptingu á þessu. Þetta var dregið út en það verður bara að fara eftir því. Já, ok. Hérna, ég er ekki með eins og myndinni. Nei, vertu velkomin í mynd. Takk fyrir. Hæ, Víki hérna, Íslensku torfærunni. Hérna, hvað segirðu? Hvað heitir þessi litur? Þetta er mópargrænn litur. Frændagrænn, segir málarinn okkar. Ok, þetta er samt ekki Kawasaki? Nei, alls ekki. Ekki líkt honum kannski? Bara að sjá það allir heilvita menna, þetta er ekki Kawasaki grænt. Ok, þá veit ég hvað ég er flokkað þessu. Ok, það er alltaf allir lagi. Og hérna,
Ég spurði þig áðan með sumarið, þú ætlar að koma í sumar og þú ætlar að reyna að gera, þið ætlar að reyna að gera eitthvað, hver eitthvað sem keirir? Já, Sævar bróðir mun byrja að keira allavega, ef við reiknum með því. Er það Sævar? Já, ég held það. Sævar er þórið þá. Já, ok. Sævar, hann vill ekki verið mynd, hann vil ekki vera sjónvarpsstjarna, segir hann. Þannig að Jón Gísli, hann svo fallegur og hann bara automatist tekinn inn. Þakka þér fyrir. Það kom bara hjarta. Þú varst að segja mér áðan með framöxulinn hjá þér, hásinguna og öxlana og séinn, að þú ætti að vera með JCB innri séinn. Já, við ætlum að smíða úr JCB skotbómuliftara. Sem sagt nota setupið frá þeim í þessi af bómu sem við eignuðustum og ætlum að reyna að splæsa því við Danahásingun. Fyrsta sem þetta í hug, dastu illa á hausinn eða? Sko, það verða aldrei framfæri nema ykkur prófa eitthvað nýtt. Þú meinar? En sko, fyrir hverja 10 góðar hugmyndir að þá bara ein sem virkar. Við vonum að þessi sé ekki númer 9. Þú meinar það eitthvað sem að telja niður? Já, við verðum að vona það besta. En hvað svo framöndan núna? Þegar þið eru búin að smíða aftur hásinguna, aftur að ganga frá henni. Framhásingin að sjöpuðum leiti, hún byrjuð en ekki búin. Dekkinu fara að tínast í hús. Og þú varst að panta, hvernig dekk voru að panta þér? Við vorum að panta okkur 33 tómu skófludekk, 16 tómu breið. Já, segðu mér eitthvað með það. Þú voru að segja mér þetta eitthvað kevlar í þessu? Já, svo það er eitthvað kevlarstyrking í þeim og Sævar hélt að hann þyrfti eitthvað svoleiðis til þess að láta það hanga undir sér. Já, þú meinar að hann valdi dekk sem hann myndi geti gæti geðilega? Já, eftir að hann sögn, sko. Er þetta þá svona, þau eru þannig sko, þegar búið pumpið þau eru svo sterk að þó að sprengi, þá sést það ekki? Já, ég vona það, að það verði svoleiðis. Eða þau springi ekki eins og? Nei, þetta séu ekki hægt að skemma það, þetta séu þannig. Það vonað með einhvern, ef ég horfa á það núna, þá hljómar það, virkar það þannig sko að... Panta fyrir kræklarmótor. Við verðum að hafa eftir hennu svo að ef þú ætlar að tala, þá verður að koma í mynd. Hann vill það ekki. Skil ekkert í þessu, ég er nú ekki svo ákveðlegur. Er það? Það held ég ekki. Nei, ok. Þetta er hugulegur einstaklingur, í alla staði. Þú ert komið með millikassan? Já, fengur ljónakassa. Glæsileg stykki frá þeim á ljóstöðum. Hann smiðar aftan á ykkar skiptingu? Já, aftan á kræklarskiptinguna. 727 sagðirðu? Já. Sama á bensin með? Já. Þetta er bara, getur ekki klikkað. Ég get ekki ímyndað. Þetta er í bensanum mínum? Já. Hann er ekki klikkað ennþá? Nei, nákvæmlega, sést það. 793? Ef bens vill nota þetta, þá hlýtur þetta að vera. Það segir sér sjálf. Já, við erum komið með það og við erum búin að hvað panta inn í skiptinguna, þannig að það er á leiðinni. Er ég að taka þetta viðtalið eða þú? Ég veit. Ég hef oft pælt í þessu hvað ég er að gera hérna. En það er alltaf önnur saga. En þú sagði að panta allt inn í skiptinguna. Já. Þetta er ekki sem standard skipting. Nei, það verður svona fallegri hlutir í henni, eða sterkari heldur en orginalið. Þetta var Ford Involves eða? Alls ekki. Það er alls ekki. Það er upprunalega hlýtur að vera allt frá Chrysler. En það er made in heaven? Já, algjörlega. Ég reikna með að það sé það. Já, það er svona góðir hlutir eru smíðaðir það. Já, ok. En það er þessi hluti koma frá fyrirtæki sem heitir CRT. Þeir eru eingöngu með hluti í Chrysler-skiptingar. Þetta ætti að vera gott. Þetta á að vera bulletproof? Já, sko, það væri það ef hann sagði það frá framleiðandunum að það væri það ef hann setti það saman, en ég seti það saman, þannig að... Já, hann er búinn að gulltryggja sig alveg. Ef það klikkar þá er það þér að kenna. Algjörlega. Það er algjörlega. Hvað er ekki, mann tala eins og hirt bláuglætana, þeir tala 2000, 3000 hestöfl. Já. Er eitthvað svoleiðis að þessari? Nei, ég held að sé engin svona ykkur gull tala með það. Það er talað þessa skiptingu að þú þurfa að fara að skipta öxla í henni þegar þú ert komin yfir 1200 hestöfl. En þessi mótor er ekki að skila því, þannig að... Nei, þessi vantar alveg aðeins upp á það. Já. Og þetta er sterkbyggt dót, sverir öxlar í svona stóri diskar og þannig að ég held að hún verði ekki neinum vandræði með þetta. Nei. Herðu, svo verði ég nú að nefna eitt við þig. Þú sagði við mig hérna einhvern tímann í dag að þú hefði séð eftir að, þetta var Sævar sem sagði, ég man ekki, að hann hefði séð eftir að vera búinn að kaupa vélina. Já, við vorum aðeins... Nú ætla ég, þegar þið eru búin að segja á, þá klippi ég allt út. Já, það er fínt. En af hverju sáu þið eftir að hafa keypt mótorinn? Út af því að hann er orðið til núna í fleiri útfærslum og næsta útfærsla er 800 og ykkur hestöfl og svo er 1000 hestöfl þar fyrir ofan, hann er aðeins dýrari. En það hefði
Það hefur verið gaman að þið hafa 800 hestöfl, en ég held að við höfum ekki þörf fyrir það eins og er. Við það ekki, eins og var ekki, sagði þú ekki Sævar minn áðan, þú mátti ekki svara nema komið minn sko, að eiga bara varavél. Já. Það var alltaf annarkur bróður sem sagði það. Það er eina vitið. Já. Það verður, á endanum verður það örugglega svoleiðis. Það verði til varavél, ég vona það. Okay. Það verði voða gaman. En Þetta aftur á móti er þetta kræsli sko, þannig að við reiknum ekki með að þurfi varavél. Nei, ég sjálfsögðu ekki. Frekar en aðrir. En útlitið á bílum? Já. Er það helgar? Það verður einhverjir svona punktar frá því sem að líkja eftir Helga Challenge og Challenge. Ok. Þannig að það verður spennandi að sjá þegar hann fyrir að þróast hjá bótið? Vonandi. Er það ekki í smíðum? Jú, það er svona byrjað að leggja drög að því að klippa í það og láta Viktor sem ætlar að smíða fyrir okkur að fara að berja það út. Banka það til aðeins? Já. Þannig að þú ert ekki lóðinu, þú átt búin að fá sæti í hann eða? Nei, við erum ekki komin yfir sæti. Við erum með augastað á sætum sem við vitum af. Og hvaða stofu kemur það? Við vitum að því að hann Svanur, stórvinur okkar, Já. að hann á sæti og við erum að hitta á hann á góðum degi og ræða þau framtíðir með þeim. Og getur hún sagt bent á hann að þú smurður í Koppafjörð en hann ekki Hafnarfirði? Já, ég held að bíllinn hefur nú aldrei verið betri en eftir að ég fekk hann lánaður. Mjög lindur og góður. Já, hann á aukasæti og það er svona, þau pössuðu ægilega fínt fyrir okkur bræðuna. Jæja. Við höfum eftir að fara í hann og sjá hvernig hann tekur því. Hann er aðgerð núna, það er kannski spurning að hringja í dag, hann gæti verið vel lífið þess. Hann er vel dópaður núna, það er fínt að ná honum núna. Hann segir já, við verðum öllu. Já, vonandi. Ég ætla að hringja í hann eftir. Takk fyrir að vera að koma í heimsókn. Takk fyrir komuna. Bless. Bye. Ég heiti Aron Ingi, þú ert að horfa á Íslensku torfæruna.